Svo eignuðist litla systur þarna þegar þú ert 11 ára. Já. Já. Hvernig var það? Það var ekki mjög ábyrgðarfullur gagnvart henni líka. Ég veit það ekki, sko. Ég var svona, á að gelgjan að byrja, sko. Ég var ekkert mikið svona eitthvað lítið barn, skilurum, ég fannst það ekkert, þú veist, það er bara þarna. Það kannski hefði verið öðruvísi að ég verið stelpa eða eitthvað sem að hefði haft gaman að ég leika með henni eða þannig, en jú, ég menna, mér þótti vænt hana og allt það, en þá var ég svona farin að pæla svolítið í öðrum hlutum, já. Guns N' Roses og hjólabrettum og svo leiðis. Hún hefur verið í einhverjum vandræðum, ég hef heyrt þið tala um það. Já. Og er einhver svona, þú veist, þú drekkur eða ekki, eða eru þið, þú veist, ert þú edrú í dag eða hvernig? Það bjóða mér upp á eitthvað? Nei. Já, ég geri það. Ég er ekki bindindismadur. Nei. Er eitthvað svona, þú veist, að því þetta er oft tengt fjölskyldum, þetta er svona eins og í fjölskyldinu minni, þá er bara annar hver maður með vandamál, þú veist, með áfengi og það er bara báði megin í fjölskyldinu, sko. En hún... Nei, ég held að það er nú kannski erfitt að fullyrða það algjörlega, en það er svona, það er ekki alkoholismi í hvoru mínum fjölskyldum, sko, ekki svona, ég veit að langafi minn, sem sagt, Guðmundur var drykkveldur maður og bræður ömmu, Margrétar Erlu, Guðmundsdóttur, verslunarkonu, sem rak barnafattarverslunina Bangsi, mér mikil fyrirmynd og svo eina af mínum ömmum og öfum sem er á lífi í dag. Hún hefur sagt mér sögur af því. En svona öðruleiti, nei, þetta er kannski ekki... Þannig að þetta hefur verið svona fyrsta svona sem hefur komið upp í fjölskyldinu, hlýtur að hafa verið áfall. Já, eins og það er ábyggilega alltaf, sko. Já. Ég meina, hún er bara að takast á við sitt verkefni sem er að lifa með sínum fíknisjúkdómu og það auðvitað er bara barátta sem að gengur vel suma daga og verra aðra daga. Já. En já, það hefur aldrei fallið neitt skuggi á það. Mér þykir óskaplega vænt hana og elska hana og allt það, sko. En það var þetta getur verið flókið. Þetta er mjög flókið og ég man eftir, ég horfði á myndina hana Eiðurinn og þetta var, þetta er rosalega góð mynd og sýnir svo vel þennan veruleika, sko, hvernig þetta er, hvað verður mikil geðveik innan fjölskyldu bara þegar eitthvað, eða þú veist, þetta geðveiki innan, hvernig allt fyrir að snúast um þetta og svona, hvað það tekur á. Já, þetta er sjúkdómur sem að leggst á fleiri en bara þann sem að er haldinn fíkninni og það er þetta að upplifa þetta magnleysi að geta ekki stíðinni og bjarga fólki eins mikið og mann langar til og það fær mann auðvitað til þess að þurfa að takast á við sína eigin stjórnsemi og bara hvernig maður er að lifa sínu eigin lífi og hvernig maður þarf að sætta sig við það að geta ekki stíð inn í líf annara og tekið að þeim völdin og látið fólk gera það sem best er að gera að manns eigin mati. Heldur þurfa að vera auðmjúkur bara og gefast upp við því og treysta örlögunum og forsjóninni fyrir því að hlutinir fari eins og þeir eigi að fara. Já.